Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Ég held að megi segja að við höfum óvenju miklar áhyggjur af netöryggismálum þessa dagana. Stundum þarf ekki nema einhver popkúltúr sem náttúrulega tengist öllu því blóði sem rennur í heiminum. Ég að tala Eurovision, tala alls konar hugmyndir það hvað gerðist þar, á hverju hafa Ísraelsmenn resursa til þess að kaupa sér svona miklar vinsældir, eða eru þeir einhvern veginn að svindla með tölvunum sig upp í hæstu metorð á sama tíma og heimurinn ætti í rauninni að vera, mér liggur við að segja, fullur andúðar á þeirra gjörðum. Það eru síðustu helgi, bara á sunnudaginn, þá hitti ég margt fólk og þetta var almennt umræðefni, netöryggismál, þannig að ég ætla að nota tækifæri núna og skoða þau í aðeins víðari mynd með manni sem ykkur vel kunnur, Marino G. Njálsson, vertu velkominn. Takk. Þú hefur nú oft komið til okkar til að ræða ýmis mál. Ég vissi þar hreinlega ekki að þú værir svona vel aðir í netöryggismálum. En hvað þaut huga þinn þegar þú varst vitni að því sem gerðist helgina varðandi þessa Eurovision keppni og þú sást viðbrögðin? Hvað var svona það fyrsta sem datt í hug? Það fyrsta sem datt í hug var oops, they did it again. Já. Það fyrsta, þeir gerðu þetta í fyrra líka. Já. Bara svo það sé alveg over hinu. Já. Og þá, ég svo sem ekkert Eurovision, ég aðdáandi ekki að horfa á, sá ekki einasta lag núna nema Væpið. Og en ég fylgist oft með stigagjöfinni. Já. Og í fyrra þá kom þetta upp að Ísrael fékk 327 stig frá almenningi, með 52 stig frá dómnefndum. Já. Þannig að ég fór strax og hægt að vera að skoða þessa stigagjöf vegna sem þegar ég var náttúrulega að hugsa við var brotist einhvers þar inn. Einmitt. Og þá tók ég eftir því að hugsalega það þannig að það er alveg hægt að kaupa sér þessi atkvæði, en það ekki hægt að þurrka út atkvæði hinna. Nei. Það að segja nema að gera ólöglega. Þú getur keypt þér eins mikla vinsældir og vilt, en þú getur ekki hagað þig þannig að aðrir fá ekki stig í staðinn. Og það sem ég tók eftir í fyrra var það að Portúgal fékk nánast engin atkvæði frá almenningi og ekki einu sinni frá Spáni, þó að portúgalska lagið mjög öflugt, en portúgalski þáttakandinn hafði í vikun undan krafist þess að Ísrael væri vísuðu keppni. Já. Þannig að ég fór að skoða, í fyrsta lagi þá var staðan þannig að Ísrael hefði fengið alveg rosalega mikið 10 og 12 frá löndum þessum dómnefnd gáðu þeim ekkert stig. Já. Og samtals söfnuðu þeir 184 stigum þannig. Þannig að ég fór að skoða hvað hefur þetta gerst oft áður. Og síðast var það 2021 að þá fekk Úkraína 22 fekk Úkraína 118 stig, þannig að 184 var alveg rúmlega helmingi meira. No. Noregur fekk líka 118 stig 2019 og þetta voru 1-3 skiptin þar sem land hafi fengið 100 stig eða meira án þess að fá stig í 10 og 12 án þess að fá stig frá dómnefnd. Já. Þannig að ég vakti athygli á þessu, sendi póst á útvarpsstjóra og sendi póst á Certis vegna þess að ég taldi að þarna hefði orðið og sérstaklega með tillit til stiga Portúgal að þarna hafi einhvers staðar verið brotist inn í kerfi sem teljast mikilvæg samkvæmt netöryggistilskipunum Evrópusambandsins. Já. Þannig að mér fannst þetta ekki bara að vera svona einhver leikur að fá sem flest stig. Nei. Heldur þetta hafði verið innbrot og ég hugsaði strax að ef menn brjótast inn einu sinni þá skilja þeir eftir bakdýr til þess að brjótast inn aftur. Já. Svo kom lögadagur núna og
ég var búin að skrifa 4 færslur sem ég birti ekki. Það sem ég sagði sko, jæja, verður þetta eins og í fyrra. Já. En ég ákvaði að birta þær ekki, bara langaði svona að gefa hann séns að þetta væri allt í lagi. Já. En þá kemur þetta saman upp. Já. Ísrael fær 138 stig í 10 og 12 á þess að dómnefnd gefi stig. Já. Sviss fær ekkert stig þegar þeir fengu 214 stig frá dómnefndum. Já. Næst hæsta landið sem hefði verið í þeirri stöðu hefði fengið 93 stig án þess að frá dómnefndum, án þess að fá stig frá almenningi. Einmitt. Þannig að það var ekki bara í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 100 stig, það var í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 200 stig. Já. Borðleggjandi að þetta var ekki tölfræðilegur möguleiki. Jú, ég náttúrulega fjarstaði upp tölfræði. Síðan kemur Danmörk. Já. Ekkert stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnland samanlagt. Já. Og aftur kemur Portúgal með ekki stig frá Spáni. Já. Bara til að setja það samhengi að ég best veit að þá hefur Danmörk aldrei fengið 0 stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Frá almenningi þar að segja. Og Spánn hefur alltaf gefið Portúgal stig svo langt aftur sem hægt að muna til aldamótum. Það var held í 99 síðast þegar fengu 0 stig, en þá fekk líka Portúgal 0 stig. Já. Þannig að þarna vorum við komið með nokkuð dæmi fjölmörg dæmi eitthvað sem var að gerast í fyrsta sinn. Já. Og allt gerði sama kvöldið. Já. Þrennt mjög óleiklegt að gera sama kvöldið. Og það bara segir manni að þetta ekki alveg að gefa sig. Hvaða ályktanir getum við dreigð með 100% af þessu? Það sem við getum náttúrulega dreigð 100% af þessu var að Ísrael að þeir setja alveg svakalega pening í það að kaupa sér atkvæði, það er að fá fólk til þess að, og það er svo sem kerfi býður upp á þann möguleika. En við sáum það líka í undankeppni Eurovision á Íslandi í fyrra, að þar voru einhverju sem stigu fram og sögust að hafa kosið Brassad, en fengið takk fyrir að kjósa Heru, skilaboð. Þannig að mögulega voru einhver ísraelsk atkvæði þannig. Sjálf sem, eins og ég segi, mér finnst það ekki skipta máli hver var að þessu. Nei. Þetta var bara gert. Og í annan stað þá greinilegt að það var verið að hreinsa út, það var að vera að færa til atkvæði, í fyrra atkvæði sem Portúgal fekk, þú voru færð eitthvað annað. Og sama með Sviss núna, það voru líklega verið færð til atkvæði sem Sviss fekk og þú færð eitthvað annað. Sama með Danmörku, Danmörk hafði verið mjög áberandi umræðan það að þetta útiloka Ísrael og fleira. En þeir fengu 2 stig og þú voru fyrir Íslandi. Og það kannski kemur að því af hverju eru þessi 2 atkvæði að koma í Íslandi. Vegna þess að Íslandi er eitt af fáu löndum sem eru augljóst að úrslitum var ekki hagrætt. Ísrael fekk bara 4 stig fyrir Íslandi. Og ég tel það að vera svona bílindi afleiðinga þessu brölti mínu fyrir ári, án þess að ég viti það, þannig að Vodafone greip til einhverja viðbót aðgerða núna til þess að koma vekk fyrir svona lag. En nú ég hef ekki spurt á, en Stefán Eiríksson hefur sagt mér að hann hefur sendt minn post til Vodafone í fyrra. Já. Ég sendi líka ábendingu á Certis í fyrra það hefði verið allir getum brotist inn í mikilvægin við því, samkvæmt netöryggis-tilskipunum. Já. Þannig að það var svona ekki eins og, ég meina, þarna hefði mátt vera búið að gera eitthvað ef menn hefði tekið þessar ábendingar alvarlega. Já. Kannski voru menn að því, kannski var Ísland tilraunaland til þess að sjá hvernig verið hægt að hamla þessu. Og það sem var innleitt á hér verður þá innleitt annars staðar líka. Ég veit það ekki. Kannski var bara ekkert innleitt hérna og var bara sleppt í þetta sinn.
vegna þess að þeir þorðið ekki vegna þess að Væp hafi verið sakað að stela einhverju lagi. En sko þetta sem þú segir, það náttúrulega varpar ljósi á hvers konar hráskinnarleikur þessi keppni orðin. Og hún er að verða eiginlega jafn fjarri upphaflegu markmiði sem átti að vera svona saklaust grín og sameining. Þetta er bara orðin einhver blóðugur, tæknilegur hildarleikur. Þetta er bara orðin smásálarlegt, sko. Ég meina í fyrsta lagi ef Ísrael myndi vinna keppnina, þá væri þá dauðadómur líklegast yfir henni. Vegna þess að ég get ekki séð, ef þeir eru unnið fyrir þá hef ég ekki að séð að hún hefði farið fram í ár, og ef þeir eru unnið núna þá get ég ekki séð að hún myndi fara fram að ári. Þannig að þetta er, en það er ekki það sem er að baki. Það er ekki, að vinna keppnin er ekki að baki. Það sem er að baki þessu er að láta svo líta út sem almenningur í Evrópu sé alveg skýt sama framgöngu Ísraela og Gaza. Já. Það verið að breyta, verið að falsa skoðanir fólks. Já. Fólk sem býr ekki í þessum löndum er að kjósa í þessum löndum. Og er að setja inn atkvæði í 2000 ef ekki 100.000 magni til þess að breyta raun að veru því sem mætti halda að væri álit landsins á þessum aðgerðum. Og það er alvarlegast. En ég bendi þér á þarna færslu hjá honum Villa Ásgeirs og hann fékk ChatGPT til þess að fara yfir athugasemd sem sett hann inn. Já. Og hún er dálítið áhugaverð, sko, hvernig chatið eiginlega kemur með öll sömu rök og ég. Já. En ég hef hvergi tjáð sko opurlega. Nei. Og þarna í fyrsta lagi að tala það að þetta sé náttúrulega aðför að lýðræðinu. Já. Því að það að breyta svona niðurstöðu er aðför að lýðræði. Já. Þetta er þetta er innrás inn í símkerfi sem eru notuð við atkvæðagreiðsluna og það er eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Já. Því að hafi menn farið þessa leið tvisvar, hvað ætla þeir að gera næst? Já. En sko þetta setur líka hugmyndir okkar kosningar, aðrar kosningar í ákveðið uppnám. Við höfum oft heyrt að er ekki hægt að kjósa til alþingis bara rafrænt og eitthvað svona. Það má segja að það renni svona 2 grímur á okkur öll núna hvað varðar mjög margskonar kosningar og margskonar hefðir. Þetta náttúrulega þýðir það að við þurfum að skoða betur netöryggistætti í tengslu við slíkt. Ég sé í sjálfu sér ekki því til fyrirstöðu við getum verið með rafrænar kosningar. Ég er ekki sammála öllum þessum einstakling sem telja það sé alveg vonlaust vegna þess að nei, ekki vonlaust, en sko traustið er minna núna heldur en... Já, þetta kipti undan, en Eistland er búið að vera með rafrænar kosningar í 20 ár og veit ekki betur en það bara gengir alveg ágætlega, þannig að en við þurfum bara að hugsa það bara betur öryggismál. Já. Til dæmis núna að þá er örugglega til einhverja leiðir til að nota IP-tölvu og fleiri því til þess að sía burtu þá sem eru ekki fyrir á réttu landi. En taka þekkt sýndarenganet og segja nei, þú ert að fara keyra í sýndarenganet, þú farið ekki að kjósa, eitthvað svo leiðis. En varðandi rafrænar kosningar þá hefur held ég ekki öryggisþátturinn verið þessi öryggisþáttur verið það sem hefur vafist mest frumönnum, heldur rekjanleiki. Og það vill svo til að á sínum tíma þegar Samfylkingin var með rafrænar kosningar, ég held að það verið 2006 fyrir borgarstjórnarkosningar,
þá var ég fenginn til að taka út það kosningakerfi. Og ég fór alveg mjög ítarlega í gegnum það hvernig það var framkvæmt og allt svoleiðis og taldi að miða við þá takmörku notkun sem það nátt að vera, þá væri þetta allt í lagi. Og það var fyrst og fremst vegna þess að það var mestuleyti rafræn atkvæðagreiðsla sem fór fram á staðinu. Og við getum alveg byrjað því að fara í rafrænar atkvæðagreiðslur sem á kjörstað. Það er svona fyrsta skrefið sem getum gert. Síðan myndum við þróa okkur yfir í rafræna atkvæðagreiðslu yfir netið og ég meina stór hluti þjóða, Indland gæti ekkert verið með kosninga, lýðræðislega kosninga nema þeir lifðu rafræna búnað á kjörstað. Nei. En treystur þér í ljósi þess sem við höfum rætt hér til þess að leggja eitthvert mat á það hvort það sé hugsanlegt að í fyrra þegar heruframlag skýst þarna upp yfir Palestínumanninn sem var með það lag hér á Íslandi sem lenti í öðru sæti. Er það bara opin spurning hvort þar var hugsanlega haft rangt við í kerfinu? Vodafone gaf strax út á því yfirlýsingu að þeir hefðu ekki orðið varið við neitt sem væri óeðlilegt. Myndu þeir alltaf segja satt? Já, spurningin sáu þeir, fundu þeir það sem var óeðlilegt. Þetta er eins og með þessa kosninga núna að það voru ekki stigin til Ísrael sem eiginlega benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi. Heldur það er stigin sem ekki sjást sem benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi. Það er sem sagt þöggunin sem bendir til atburðarins. Þetta er nákvæmlega saman, þú hefur alveg barn og 3 ára barn sem að leika sér og verður allt í hennu alveg hljótt. Þá ferð þú að tekka á því byrju hvað er að. Og þá er það örugglega að gera eitthvað sem það má ekki gera og þess vegna heyrist ekki í því. Einmitt. Og það er þetta sem er svona dálítið hluturinn í þess að við þurfum að átta okkur á því hvað segir þögnin okkar? Já. Ég held að það séu ansi margir núna sem að séu að sjá málin í nýju ljósi og séu að spyrja nýra spurninga. Er þáttur hins opinbera í hverju ríki stór? Í þessu? Hvað var það netöryggismál? Já, netöryggismál falla undir fjarskiptastofu hér á Íslandi og fjarskiptastofa er núna komin undir utanríkisráðuneytið. Var hjá henni Áslaugu Örn áður í Queen. Og Certis er sú stofnun sem er svona á að vera helst í viðbragðsaðili og ég veit ekki betur en að þar sé bara vel mannað. Og það eru væntanlegir leiðbeiningabæklingar frá fjarskiptastofu það hvernig fyrirtæki í 4 stærðarflokkum eiga að bera sig að. Og það eru alveg ágætlega ítalegasti bæklingurinn er mjög ítalegur. Og þannig að þetta er eitthvað sem er í farvatninu. Út alla Evrópu menn að gera þetta. Það er til stofnun sem heitir European Network Information Security, Network Infrastructure Security, ég man ekki Association eða hvað það er, Agency það, eða ENISA, sem sér þetta þar og þeir hafa verið að undirbúa sína bæklinga. Þar komnir svona bæklingar út í Belgíu, Spáni, Gríklandi, Svíþjóð á leiðinni í Danmörku. Þannig að menn eru svona að smátt að taka þetta meira alvarlega heldur en þeir gerðu. Þetta heitir í dag netöryggi, hérna í gamla daga heitir þetta tölvuöryggi og svo heitir upplýsingaöryggi. Þetta er allt bara sikkur hliðin á sama teining. Og persónuverndin kemur þannig inn í líka, þannig að við þurfum bara að vera vakandi og fyrirtæki og stofnanir þurfa náttúrulega að undirbúa sig þannig að þau geti varist slíkri nýsni eða allugu.
Það hafi verið notaðir stöðustu upplýsingaöryggisstaðal sem heitir ISO 27001. Já. Og það vil svo til að ég hef komið tvisvar að þýðingu þess staðal, nýra útgáfa þeim staðali yfir á íslensku og líka sístu staðal sem 27002. Ég kom að þýðingu á staðalinu fyrir persónuverndina ISO 27701 og núna erum við að vinna í þýðingu á staðali áhættustjórnun sem heitir ISO 27005. Þannig að þetta allt staðala sem ég hef verið að vinna við. Og svo að leiðsegja fyrirtækjum það hvernig á að bera sig að, hjálpa þeim við það. Og hef svona pínlítið upp á síkast í lendi því að vera að hjálpa sprótafyrirtækjum. Því að það alveg að hreinu að þeir sem ætla að ná eitthvað langt, sérstaklega alþjóðavísu, að þeir vita það að þeir þurfa að vera með þessu öryggismál á hreinu. Og ekki fyrirtæki svona misnæm fyrir árásum eftir því hvers konar starfsemi stunduð? Jú, og þó svo þau sem með öryggiskerfin innleitt að þá ekkert sem kemur vekk fyrir það að það verði brotið inn hjá þeim, sko. Stundum heyrir maður að moggin, þetta dagblaði moggin morgunblaðið þurfa að verja miklum fjárhæðum til þess að verjast netárásum? Ég alveg klára því að allir fjölmiðlar þurfa að gera það og nú veit ég til dæmis ekki hvernig þið eru hugsaðlega með ykkar einhvers staðar í hýsingu og þá það ykkar hýsingaraðili sem að sjá þetta. En það sem bara skiptir máli það að nú erum við komið með 2 tilskipanir sem eru vísu ekki komnar í íslensk lög. Önnur svo kölluð NIS2 tilskipun sem Network Infrastructure Securities eða það sem við köllum íslensku netöryggi og hins vegar á fjármálageiranum sem heitir DORA. Digital Operation Resilience þannig að það á að vera fyrir fjármálafyrirtæki og þetta það sem það eru komið lög á Alþingi varðandi DORA og menn þurfa bara að fara að skoða hvað þarf að gera. Ég ætla ekki að treysta mér, ég ætla ekki að fara að segja til hver staðan hjá þessum aðilum en Fjarskiptastofa, Hrafnkell Gíslason frá Fjarskiptastofu sagði það á ráðstefnu í fyrra haust að íslensk fyrirtæki væru allt of aftarlega á meirinni. Já. Og það þess vegna sem þeir að fara út í þessa gerð á þessum bæklingum og að sjá til þess að þessi sé svona hreint í framkvæmd. Og ég hef fulla trú á því að ef fyrirtæki grípa þá leiðsögn sem í þessum bæklingum og þá eigi það að hjálpa þeim mikið. Já. Og vondur atburður eins og bjöguð Eurovision það sem verið að skekkja viðhorf til þjóðar sem við heyrum núna að 14.000 palestínsk börn geti mist þeirra líf á næstu 2 sólarhringum ef þeir opna ekki hliðin og opna ekki fyrir bráðaaðstoð. Það sem kemur þó kannski jákvætt út úr þessum viðbjóði öllum er svona önnur meðvitund og svona annað viðhorf hjá fólki gagnvart þessum öryggismálum. Já, þú sér það að fóstur að það Spánar hann fékk nóg. Já. Hún var virkilega misboðið að svona smásválaleg atburður eftir sér stað að menn var að reyna að kaupa sér vinseldir og almenningsálit í gegnum Eurovision. Mörgum finnst Eurovision alveg frábær og bara get ekki mista því. En þegar allt kemur til alveg þá er margir sem horfa á þetta og það svona ákveðnir þjóðfélagshópar frekar heldur en aðrir og fleiri eftir því. En Eurovision bara skemmtun. Það átt að vera það. Já, og hún á bara að vera það. Þetta nákvæmlega sama eins og En ekki keppnin ónýtt bara? Ég var keppnin ekki ónýtt. Er enginn búin að vera ónýtt í dálítinn tíma? Jú, dálítinn tíma. Eina skiptið sem atkvæði almennings voru virkilega hlutlaus
var þegar Páll Óskar var. Páll Óskar bustaði almenningskeppnina en hún var bara ekki notuð. Hún var bara í pröfukyslu. Já. Það var í eina skipti sem almenningsatkvæðin fór ekki eftir einhverjum vinaþjóður gætu vinaþjóðum og svo framvegis. Já, ég skil. Eftir það þá hefur þessi almenningsatkvæðin nær allt og mikið skipst inn á að Danir strjúka Svíum og Svíar strjúka Dönum og svo framvegis Já. Portugal gefur Spáni atkvæði og Spánn gefur Portugal. Þetta bara Kýpur og Grikkland. Já. Malta og Kýpur. Já. Þetta bara nágranna business bara. Já. Og eftir að austurhlutar Evrópu kom sterkur inn í Eurovision þá átti vesturhlutar Evrópu ekki séns. Nei. En það liggur alveg fyrir að keppnin svo hápólitísk og það svo mikill viðbjóður þarna undir að öll fyrri rök til dæmis starfsmanna Ríkisútvarpsins sem að hafa varið alls konar gjörðir með því að nei, Eurovision ekki pólitísk keppni, nei, við erum ekki pólitík, við erum bara að standa fyrir þessari menningu og afþreyingu. Þetta allt ónýtt. Já, nú kom ég ekki til að tala við Eurovision. Nei. Og mín skoðun á Eurovision það að ég hef ekki hort á heilt kvöld í Eurovision í örugglega áratug ef ekki meira. Og það bara lýsir skoðun minni á því að þetta bara mestalegi skemmtun og allt og vott fyrir döpuskemmtun. En ég ætla ekki að taka það af öðrum að þeir mega skemmta sér eins og þau vilja og höfum það þannig. Mjög mörg fólki alveg sama þó þessi pólitísti. Þetta bara ákveðin fögnur, þetta hefur verið svona dálítið síðustu áratug 1,5 verið svona dálítið gay fögnur og það bara fínt. Þannig þá komin ákveðin staður fyrir kynsegið fólk til þess að koma saman og fagna og það bara æðislegt. Okkur veitir ekkert af fleiri slíkum vettvangum. Ég meina fótboltamenn hafa sína vettvangi út allt og það karlmennskan oftast yfirráðandi. En mér alveg sama Eurovision. Ég myndi ekkert sakna þess að hún yrði ekki næsta ári. Ég held að nú sé lag fyrir okkur Íslendinga til þess að draga okkur úr þessari keppni, sýna höfur ekki á þess að það kosti okkur mikið, halda okkar eigin keppni bara í nokkur ár, listrænu hæfileika keppni, lefa bara fólki alls staðar í Íslandi að koma fram á öllum aldri og ná okkur aftur í eitthvað sameiginlegt sem ekki sundrar okkur eins og þetta farið að gera. En ég að velta fyrir mér einu, Marino. En þetta gerði Luxemburg. Luxemburg var að taka í fyrsta sinn þátt í Eurovision held ég í fyrra í ansi langa tíma og þeir bara hættu, þeir gáðust upp vegna þannig var þetta, þeir voru bara ekki að fá, ekkert fyrir ekkert við að fá nú mörg atkvæði frá almenningi til þess að eiga nokkuð séns og komast eitthvað lengra. En ég að velta þið fyrir mér í síðustu 10 mínúturnar sem við eigum kannski í þessu spjalli með eitthvað varðandi netöryggismál sem að einstaklingar, bara eins og ég bara meðalrati 60 kall sem að ekki með þetta í fingrunum að við erum alltaf að heyra fréttir á einhverjum svindlum, einhver opnaði tölvupóst og ítt á link og eitthvað svoleiðis. En eitthvað, getur eitthvað sagt við með síðustu mínúturnar eða hlustendur og áhorfendur það hvað við getum gert vítt og breytt til þess að verja okkur gegn þessari meinsemd sem að nú mjög til umræðu þessa dagana? Það er nokkur gleitir. Í fyrsta lagi það að gæta að aðgangsorðanum sínum og vera helst með margra þátt aðgang sem þá ertu með eitthvað app sem slærið einhver kóða skiptum aðgangsorðið eða þú ert með svona tveggja þátta sem appið og aðgangsorðið að þá þarftu kannski ekki að skipta aðgangsorðið eins og oft vegna þess að hitt skiptist á 60 mínútu fresti 60 sekúndur fresti
það svona fyrsti hluturinn í þessu og annað sem ég hef vanið mig á er að ég hef tölvuna aldrei tengda yfir nótt. Nei. Ég hef tölvuna, ég er að nota hana yfir daginn og ég sem sagt ég nota kapal. Ok, og þú er mjög langt gengin í þessu. Já, ég meina, ég hef alltaf notað kapal og það var bara þannig að þegar ég byggði mitt húsa þá lagði ég fyrir tölvulögnum í húsinu. Þannig að ég nota kapal, ég er með slögt á Wi-Fi-in á tölvunum minni og svo tek ég kapalun og sambandi. Þetta er bara Hvað græður á því, segir þú? Það er bara, þá er tölvun ekki tengd, þá er ekki online. Þetta er kannski óþarfi fyrir flesta, en það sem er mjög algengt er það að fólk slekkur hér upp til aldur á tölvunni sinni. Sem býður hvaða hættu heim? Nú, þá er hún virk, þá er hægt að ýta við henni. Það er ekki þannig að þó svo loki skjánum og hún fari í einhverju hvíldastöðu að þessi geta vekja hana upp, sko. Þannig að það er annað, það er að endurræsa tölvunum líka reglulega. Vegna þess að við endurræsingar að þá er verið að hlaða inn nýjum uppbótum í tölvun oft. Síðan er það hvernig maður umgengst hlekki í tölvupósti. Það er sko þegar þú fær tölvupóst og þú færð einhver hlekk og þá byrjar því að skoða frá hverjum er tölvupósturinn. Ok, það stegir hérna skatturinn. En svo er netfangið lalala.jp. eitthvað sko. Veist, þannig að það var ekki skatturinn sem var að senda þetta, það var einhver hakkar í Japan sem var að senda þetta. Og hérna síðan ef þú með hlekk á tölvunni það ekki að smetla á hann strax, heldur að fara með músina yfir hlekkin. Þetta er náttúrulega tölvunni, þetta er ekki hægt í símanum. Það er að fara með músina yfir hlekkin, þá getur þú séð hvaða slóð er bak við hlekkin. Og ef slóðin er ekki í neinu samræmi við myndan sendanda, að þá náttúrulega þá er þetta svindlpóstur. Þannig að þessi meðvitund að átta sig á því hvað eru svindlpóstur og hvað ekki, það er númer 1 og 3. Síðan er annað að það er hérna í vefslóðinni, þá byrjar hann alltaf að HTTP og ef það er ekki S aftast, þá þýðir það að slóðin er ekki dulkóðuð. Þannig að þetta er ekki örugg slóð. Þú vilt fara slóð sem er með þetta S á FTP-inu og hérna vegna þess að þá er ákveðið öryggi í því. Síðan er bara svona það sem er bara maður talar svona almennt tölvu, þannig að fara að nota orðið hreinlæti eða bara öryggisvitund. Það er náttúrulega verið ekki að hlaða niður skjölum sem þú þekkir ekki hlaða niður skjölum frá aðalega sem þú þekkir ekki, nema þú fáið þá einhver deila át og fáið einhverja skýringar. Ekki að svara tölvupóstum sem eru greinilega það sem er verið að fiska. Leið og svarar, ég veit ekki hversu marga tölvupósta ég fæ í viku það sem er verið að bjóða með einhver varning. Þessi náttúrulega varningur er ekki til eða hvaða er, skiptir ekki með máli, en ef þú svarar tölvupóstum þá fá þeir að vita að þetta netfang er virkt. Þar með selja þær upplýsingar til annara sem er reyna þá að senda þær samskonar veiðipústa. Og þannig að þetta er svona þessi grunnatriði held ég sem sko flestir ættu að hafa í huga. Nú það er líka mjög gott að vera með afrit af öllum sínum gögnum einhvers staðar annars staðar heldur en bara á tölvunni, þannig að nú er fólk að nota OneDrive eða hvað þetta heitir allt til þess að vista gögnin sín og það er fínt. En við verum að gæta því að oft þá vilja þeir aðilar sem gefa þér þetta diskplás þá vilja þeir segja, já, við höfum rétt á því að þá að nota myndir eitthvað þess að þar. Og þá komum við á Facebook.
Facebook náttúrulega ákaflega hnýsuð og ófyrirlitið fyrirtæki á flestan hátt varðandi þetta. Það gekk hérna til þessum daginn að við þurftum að afþakka eitthvað hérna fyrir 29. maí. Já. Og það búið að vera talið umræð þetta. Það er stofnun í Austurríki sem mikið í persónuverndinni. Ég veit nú ekki ennþá hvað satt og logið það, þú kannski segir okkur. Já, sko, ok, ég fór í gegnum þetta ferli þó svo ég væri ósammála því að ég þyrfti að segja mig frá einhverju sem ég hafði aldrei sagt mig að. Og það í hérna persónuvernd þá til það sem heitir sjálfgefin persónuvernd. Og í sjálfgefinni persónuvernd þá það sem heitir opt-out, það á að vera sjálfgefið. Þannig að þetta á ekki að vera opt-in sjálfgefið og þú að þurfa að afhaka til þess að vera opt-out. Þannig að opt-out á að vera sjálfgefið. Já. Og ég á að þurfa að samþykja að eitthvað megi gera en ekki að hafna því að þeir megi gera eitthvað. Þannig að þú sást ekki ástæðu til þess að taka þátt í því að senda þeim? Jú, ég gerði það. Og það var líka vegna þess að ég vildi fá að vita hver yrðu viðbröðin. Já. Jú, og það var allt í lagi og ég fekk hérna bréf, já, við hérna virðum þinn vilja og lala, en séu pósta þínir til í almenningsrými vegna þess að einhver annar sem ekki optað át hérna með þá til dæmis. Hvað er þetta að segja? Til dæmis eru pósta mínir almennt í mikið til deilingu, að þá megum við nota það. Já. Er eins og þetta þessu? Já, þetta var það sem þið sögðu og ég bara ég var búinn að senda þeim sko tölvupóst til að mótmæla svo þar fór ég alveg í gegnum allar þessar ég þekki þessi bæði persónuverndarlögin og hérna og þessar staðla alveg út og inn sem skipta máli, þannig að ég gat alveg tínt til ég man ekki þetta ekki fyrir svona 3 blaðsíður efni sem ég sendi þeim sko. Og hérna þannig að það en þarna stóð já, en þrátt fyrir að þú hafi hafnað þessu þá megum við nota efnið vegna þess að það einhver annar sem er til því. Ok, á ég þá að banna það að fólk með deila efninu mínu vegna þess að þannig getur Facebook notað efnið mitt. En núna þessi stofnun Austurríki farin að stað með mál. Það sem þeir að hérna ætla að nekkja þessu, þetta var ákvörðun persónuverndarstofnunar í Írlandi það að þetta Facebook mætti fara sér leið en hún þekkt fyrir að vera svona fyrir eitthvað lín gagnvart Facebook. Já. Og núna sem sagt það mál að fara af stað en spurning hvað það tekur langa tíma. Áhugavert. Þessi stofnun í Austurríki hefur ekki ennþá tapað mál gegn persónuverndarmáli. Þannig að það svona dálítið áhugavert. En síðan má líka nefna það að hérna, neytendasamtökin og Vaffer og fleiri ætluðu að fara í mál vegna svikapósta. Þannig að þeir ætluðu að kæra Facebook fyrir þessu svikapósta sem eru sendir vegna þess að Facebook náttúrulega á að bera ábyrgð á því sem auglýsingum sem eru með svikum. En hefur ekki gert neitt og segir bara við vitum ekkert um þetta. Ég hef margoft sendt þeim ábendingum það þetta séu svikapóstar og ég hef alltaf fengið svar ekki að þetta innan þeirra marka sem við leyfum. Já. Og þetta skiptir okkur Íslendingar dálítið miklu máli því að það mjög stór hluti í íslensku þjóðarinnar 30 ára pluss eða hvað það sem að notar Facebook mjög mikið. Já, og nú var bara fyrir eftir á löggunum það hefði verið stólið 100 milljónum af einhverju fólki. Já. Þannig að þetta við þurfum alltaf að passa okkur á því að ef eitthvað lítur út fyrir að vera of gott, þá það nákvæmlega það. Já. Við þurfum líka að passa okkur á því að ef það verið að betla okkur peninga í einhverju fyrir eitthvað hjálparstarf, þá miklu betra að gefa þá peninga í gegnum íslenska hjálparstofnanir heldur en að fara út á netið. Já. Við eigum að nota þær aðferðir sem við þekkjum best, þá aðalega sem við þekkjum best, en ekki að vera að senda einhverjum betlurum utan í heimi þessa peninga, þó svo að það líti allt út fyrir að þetta sé
ofsalega flott. Rauði krossin á Íslandi getur tekið við öllum þeim peningum sem alþjóðlegur Rauði krossin getur tekið við. Bara svo dæmi. Þannig að beinum peningum á þangað. Og þannig að þetta það sem við þurfum að passa okkur á að það verið að svindla okkur, það verið að reyna að svindla okkur öllum stundum. Og ég hef alveg jafnt eins og aðri lent í því að ýta á rangan hlekk. Það er svolítið langt síðan síðast en Já. En þakka þér kærlega fyrir að koma úr blíðunni og ræða þessi mál við okkur, Marinó G. Njálsson. Það er við höfum komist yfir ansi margt en ég efa nú ekki að það er margt sem við höfum ekki náð að ræða. En eins og ég sagði áðan, það er svona, maður heyrir að það er lag núna fyrir smá vitundavakningu í þessum efnum og Já, og svo bara bendi ég á það að þetta er mitt lifibrauð. Já. Þetta er það sem ég er að gera. Ég er vissulega svo líka sem hobby en þetta er mitt lifibrauð og þetta er það sem ég er búin að vera fást við ég byrjaði í þessum málum 88 og þannig að ég er eiginlega búin að vera vakandi og sofandi öryggismál á 4. áratug. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir að standa þá vakt og takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að bjóða mér. Og kæru hlustendur og áhorfendur ekki fara langt því þátturinn er nú bara svona rétt hálfnaður ef hann er það þá. Það er heilmargt hér eftir á næstunni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.